Þannig að það svona hræðilegur kafli kringum 10. mínútu í þessu leik sem einhvern veginn gerir þetta allavega erfitt fyrir ykkur en því minnki munin í 2-1 gerir vel en það var eins og FH sett bara í næsta gír. Já, ég veit það nú ekki. Það var alveg rétt að byrjaði illa leikurinn bara raun yfir höfuð. Við vorum með viltustu gameplan líka að vera pressaðar hátt, við réðum ekki við hvað það voru hreyfanlegar og svo gefum við annað markið, fyrsta markið var fínt hjá þeim en svo gefum við annað markið sem var vont. Og við komum fannst með sterkar í seinna hálfleik, við breyttum aðeins gameplaninu þar sem við breytum svo sem í lok fyrri hálfleiks og héldum því planið þá varnarlega og það var miklu betra mótið þessu FH-liði og þeirra heimavelli og skorum gott mark og hefðum getað mögulega jafnað hornspyrnu og svo færi í lokin á fjársvæðinu en jú, við náðum ekki skora og svo skiljum við eftir svæði sem við áttum ekki skilja eftir á mótið þeim fram að teginn þar sem þeir eru góðar að skjóta og það var svekkjandi en heilt yfir ánægður með seinni hluta fyrra hálfleiks og fyrri hluta seinna hálfleiks. Talar leikplanið, það var svona leit út fyrir að rosalega getumunur á milli liðana af því einhvern FH náði að hreyfa sig og mikið tíma á boltan og gátu gert bara basically allt sem þeir vildu að gera. Já, þeir eru með meiri gæði í sínu liði á boltan, engin spurning. Leikmenn sem hafa spilað þessu level í töluvert fleiri ár og í landsliðum og svo framvegis og atvinnumennsku jafnvel ykkur, þannig að eðlilega eru þær öðlítið betur á boltanum og rútínerari og kunna það sem þeir eru að gera betur en eins og segi, við náðum að lagfæra aðeins hjá okkur og mögulega kannski ofmátum aðeins orkuna sem við höfum í liðinu eftir Keflavíkurleikinn sem var ekki fyrir svo lengur síðan og eins og segi, breyttum hjá okkur og það virkaði betur en var bara ekki alveg nóg. Stöðunni 2-1 og varstu farin að sjá jöfnunarmarki frekar heldur en að þær myndi að skora síðustu 2 Já, mér fannst orkan var búin að sveiflast klárlega okkar megin og þær eru farin að sparka boltana bara út af því það voru ráðalausar og kannski ófókuseraðir ykkur hluta og mér fannst þetta vera sveiflast til okkar, alveg klárlega en svo náttúrulega kláraði það bara þegar þriðja markið kom að við höfum vel ekki meiri orku heldur en við höfum eftir það til þess að skora 2 mörk og jafnvel 3 þannig að það var rauninni ómögulegt.